ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að dánafregnum og jarðarförum, eða hvað? Já. Ég þurfi eiginlega að útskýra hvað í gangi. Við heyrðumst í gær og þá voru þið búin að vera 2 að grúska í því að búa til myndband undir þessu heiti, dánafregnir og jarðarfarir. Já. Af hverju? Hvað að gerast? Þetta í rauninni, ég búin að hugsa þetta lengi varðandi íslensku lopapeysuna. Við erum búin að farin að flytja út íslensku ullina, láta prjóna erlendis og flytja heim aftur. Og það sem við viljum gera það að styðja og hjálpa íslenskum prjónakonum. Þær eru bara betri. Það er bara þannig? Það er bara þannig. Þannig að það einmitt búið að ræða töluvert þetta með íslensku lopapeysuna og ferðamannabrjálæðið og allt þetta. Túristinn vill fá íslensku lopapeysuna og vill fá það líka helst, ekki bara made in China. Algjörlega, því að þetta er líka varðandi merkingar. Merkingar eru ekki nægilega góðar. Þannig að fólk getur ekki alveg gert greinamun á því sem er gert á Íslandi og því sem er gert erlendis. Já. Þannig að þú heyrir í þessum strák hérna hinum megin við þig sem að þú býrð í Danmörku og hvað færðu bara símtal? Nei, við hittust aðeins jólin og þá kom þessi hugmynd upp að gera eitthvað með, með þessa pælingu og með kind og svo lopa. Og svo þróaðist þetta bara með tímanum og svo fekk ég símtal eða e-mail og beðum að gera handrit að þessari hugmynd og gerði það og skilaði henni á miðvikudegi og svo bara var ég mættur á mánudegi og taka þetta upp. En þú ert út í Danmörku núna. Þú ert héðan, það ekki? Frá Akureyri? Akureyris? Akureyris, yes. Ertu orðinn alveg erlendis? Nei. Nei. Hvað ertu að brasa úti? Ég er bara sjálfstæður ljósmyndari og hugmyndasmiður erlendis. Danmörku, í Aarhus og í Jótlandi. Og rekar litla stofu bara. Já. Það var bara mjög kósí og huggulegt. Já, hyggili. Hyggli. Já. Það er bara svo gaman að vinna með honum, hann er svo frjór. Já. Hann er svona villtar hugmyndir og svona okkar villtu hugmyndir koma svolítið vel saman. Það hljómar alveg stjórnlað, reyndar, ef maður þekkir ykkur eitthvað. En þið sem sagt eru búin að gera þetta óður í rauninni bara til íslenskra prjónakvenna, yfirleitt þetta konur, þannig til einhverju prjónakarlar líka. Já, við höfum verið að selja ullasokkar sem eru prjónaðir af karlmönnum og peysur og pils og þeir eru ekkert síður prjónamenn. Nei. Og við erum með til dæmis, það kom til mér 13 ára gamalt strákur í sumar og hann prjónar slaufur. Til dæmis þess að hér. Og hann ég sagði honum að búa til eitthvað svona konsept og hann gerði svona pappaspjald og skrifaði, ég heiti og ég er 13 ára gamall og hef áhuga á fótbolta og prjóni. Já. Og við erum búin að selja alveg fullt af slaufu frá honum. Þetta er svo krútlegt. Og þetta er bara grunnurinn og við eigum að hvetja ungt fólk til þess að byrja að prjóna. Nákvæmlega. Slaufa náttúrulega geggjuð. Já. En þetta myndband, þetta er 2 myndna óður. Já. Er ekki spurning að fá að leyfa fólki að sjá? Jú, algjörlega. Við frumsýndum þetta núna klukkan 12 í dag og við bara hvetjum fólk að fara á Facebook á Wool Iceland eða í dagskrána N4 og þá getur þú skannað bara og þá ferðu beint á síðuna. Já, ok. Og þú ætlar að sýna það líka? Ég ætla að sýna það líka, já, bara núna. Bara núna. Já. Kæru áhörendur, næst eru dánafregnir og jarðarfarir. Útvarp lands og þjóðar, útvarp víkinga, nú verða lesnar dánarfregnir. Elskuleg mór okkar frá Koti í Hrunamannarhreppi, 3 vetra, fórst í skurði á uppeldislóð sinni. Móra náði að framleiða 4 kíló af ull sem dugði í 4 íslenskar lopapeysur, með söknuði, kóngur, flekka og drottning. Forystukindin Kolla ól 20 lömb á sinni lífsleið. Hún var gæludýr bónda síns Dalla á Dallatúni. Kolla svaraði innkalli og fylgdu hina rollurnar á eftir inn í fjárhús. Hún var ávallt fyrst og síðust að þiggja brauðið. Kolla hefur nú farið yfir móðuna miklu með aðstoð Dalla. Urðunin auglýst síðar. Blóm afþökkuð en styrkja má íslenskar handprjónakonur á Íslandi.
Ástkær amma okkar, langamma og langamma, ærin Mjöll frá Vaði, var fargað 8 vetra heima á hlaði. Mjöll framleiddi 16 kíló af ull, útförin auglýst síðar. Lömb, lambalömb, lambalömb, lambalömb og íslenskt handprjón. Ástkær eiginmaður, faðir okkar, afi og vinur frá Laufaási í Eyjafirði, hrútunum Straumi var fargað 3 vetra á lóðinni. Straumur gagnaðist ám 150 sinnum, blóm afþökkuð. Útvarp lands og þjóðar, útvarp víkinga, kveður að sinni. Lifið heil og virðum íslenska arfleifð og styrkjum íslenskar handprjónakonur.